Góðan dag, Friðrik heiti ég. Mér langaði að segja nokkur orð þá námsleið sem hér nefnd og heitir grunnskólakennsla með áherslu á stærðfræði. Og hér koma nokkra myndir af glaðbeittum háskólanemum sem að virðast njóta lífsins við í háskólanámi. En þessi námsleið, grunnskólakennsla með áherslu á stærðfræði, á heima á menntavísindasvið og hér mynd af því húsi. En eins og fólk hefur nú kannski frétt að þá stendur til að menntavísindasvið flytji vestur á bóginn og endi á Hótel Sögu. Það verður örugglega mjög skemmtilegt en ennum sinn eru við sem sagt upp í Stakkalíð. Menntavísindasvið hét áður Kennaraháskóli Íslands en núna eitt af 5 fræðasviðum svokölluðum háskólans. Háskólinn skiptist í svið og deildir og brautir og leiðir og við erum hér sem sé að tala námsleið sem heitir grunnskólakennsla með áherslu á stærðfræði. Á menntavísindasviði fólk að læra til kennarastarfsins og menntavísindasvið hefur orð á sér fyrir að vera nemendavænt. Það mikil alúð eins og það heitir lögð við nemendur, fólk og fræði. Þannig ég leyfði mér að taka þessa línu þarna einhvers staðar af vef háskólan sem segir að nemendur sviðsins séu ánægðir með nám á menntavísindasviði. Ég ekki að segja að það gildir bara menntavísindasviði en það gildir örugglega þar. Örlítið af skipulagsmálum, námsleiðin svo kallaða, hún tilheyrir þessari deild sem heitir deild faggreinarkennslu og þarna eru nokkur orð hana. Það sem sagt ýmis fjölbreytni þar. Það til dæmis að læra á alls konar kennslugreinar, margar kennslugreinar, hvar af stærðfræði ein og reyndar meðal hinna vinsælli, það vantar svo sem ekki. Námsleiðin heitir þetta og ég segi að heitið sé ágætlega lýsandi. Við erum sem sé að tala það að fólk sé að undirbúa sig fyrir grunnskólakennslu, eða hugsanlega framhaldsskólakennslu út í það farið, en aðalega grunnskólakennslu erum við að tala og með áherslu á þessa stóru kennslugrein grunnskólans. Hér í stuttumáli sagt frá því hver markmið námsleiðarinnar eru, sem sé að efla þekkingu kennaranema á stærðfræði og stærðfræði menntun. Við notum þessi 2 orð yfir það sem áður hét stærðfræði og kennslufræði stærðfræðinar, en þarna eru, má segja, 2 hliðar þess sem að felst í sérhæfingunni þegar maður undirbúið sig fyrir stærðfræði kennslu. Mér datt í hug að einhver myndi vilja hugleiða akkurat hér og nú hvaða felur í sér að vera kennari, en það nú akkurat málið að það þarf eiginlega hver og einn að gera upp við sig, að mínu viti. Ég held að þeir séu bestu kennararnir sem hafa skoðanir á því hvernig þeir vilja sjálfur vera og mér fannst ágætt myndin þarna til þess að aðeins að impra á því að ekki bara hvað kennslustarfið skemmtilegt, heldur líka aðeins að árétta að það væri ágætt að það væri fleiri strákar í kennaranámi en þeim fer nú fjölgandi sem betur fer. Örlítið samsetningu námsins. Hér má sjá að er að ræða 3 ára nám. Við erum að tala nám til B.Ed.-gráðu sem svo heitir og þarna sameiginlegur kjarni. Það gæti verið kennslufræði, þroska, sálarfræði, námssálarfræði fyrir gefiði, aðferðafræði og svo framvegis og svo auðvitað sérhæfingin sjálf sem við erum að tala í þessu tilviki sé stærðfræði og stærðfræði menntun. Það getur þá verið 60 einingar í sérhæfingunni á grunnstigi, 60 af þessum 180 einingum og svo gæti verið viðbóta sérhæfing. Það væri til dæmis hægt að velja samfélagsgreinar eða náttúrufræði kennslu eða eitthvað slíkt. Síðan val og svo lokaverkefni eins og þarna má lesa. Nokkur orð, 2-3 orð náms- og kennsluhætti. Fólk veltir því oft fyrir sér hvort það sé hægt að taka námið eins og sagt í fjarnámi. Kannski væri eðlilegt að kalla þetta blandanám eða sveigjanlegt nám, en menntavísindasvið áður Kennaraháskólinn hafa alltaf verið í fararbroddi með þetta fjarkennslu snið og nú sem sagt hægt að taka flest námskeið, ekki alveg öll, með þessu formi að það sé blanda, það mismunandi mikla kröfur eru gerðar viðveru en alla jafna hægt að taka nám getum sagt í fjarnámi eða á þess að mæta á réttum tíma á réttan stað en það svona allur gangur á því. Það má lesa sér til þetta nánar í kennsluskránni.
Það mikið gert úr því að tengja námið vettvangi, allir kennarar nemar fara ofta á vettvang, kenna ungum börnum eða kenna kannski eldri börnum og svo lét ég fljóta með hérna eina hugmynd fólks vettvangsnámi, þetta nú ekki hinn orthodoxa útgáfa af vettvangsnámi, en það sem sé mikið lagt upp úr því að tengja námið við vettvang. Sýnishorn af námskeiðum sem fólk tekur á þessari námsleið, það getur verið námskeið sem væru þá almenns eðlis, við getum kallað það almenna hæfni, þarna örlítið íslensku, það svo lítið nám og kennslu, það verið að fjalla aðferðafræði, sumir þurfa að vinna verkefni þar sem þeir þurfa aðferðafræði þekkingu, það þarna námsálafræði eins og áður var nefnt, og svo finnst sumum alveg ómissandi að fólk taki námskeið í félagsfræði og sögumenntunar og eða heimspeki menntunar. En það verður hver og einn að gera fyrir sig hversu mikilvægt þessi námskeið eru, en svona getum við sagt að séu dæmi námskeið sem eru almenns eðlis og eru í kennaranáminu. En hvað varðar þessa sérhæfingu okkar, þá erum við auðvitað með námskeið sem lúta að undirgreinum stærðfræðinar og hér eru nokkrar þeirra tilgreindar, það algebra og rúmfræði svo dæmi séu tekin. Við erum líka með námskeið á sviði stærðfræði menntunar sem ég kalla, það gæti verið eins og rúmfræði kennsla og það gæti verið þarna stærðfræði nám í efri bekkjum grunnskóla. Það líka heilmikil tími tekin eða nokkur tími tekin í að undirbúa sig fyrir hugbúnaðarnotkun sem fer auðvitað alltaf vaxandi. Þannig til dæmis verið að fjalla forrit eins og GeoGebra sem hefur reynst fólki ansi vel. Nú, hvernig verður maður kennari? Þannig aðeins talað það á þessari glæru að það þarf sem sé 5 ára nám áður en maður getur fengið leyfisbréf til að kalla sig kennara. Þegar búið að ljúka námsleiðinni sem heitir grunnskólakennsla með áherslu á stærðfræði, þá getur maður farið og eðlilega leiðin að halda áfram og taka þá M1 eða MT gráðu og að loknum þessum 5 árum í afnámi þá geta menn sótt leyfisbréf sem kennarar. Og hér aðeins drepið á það að nýleg lög kveða á það að það bara 1 leyfisbréf fyrir alla kennara. Þannig að það hugsað þannig að það mönnum sé auðveldara kannski að fara á milli skólastiga ef því að skipta. Og svo líka rétt að nefna það að það fjölmargir sem hafa lokið kennaranámi sem að stunda önnur störf til að mynda í menntakerfinu. En auðvitað myndum við vilja óska eftir í það sem flestir sem ljúka kennaranámi haldi sig við það starf, mjög skemmtilegt starf og okkur vantar fleiri kennara. Í blálogin gat ég ekki stillt mig að taka örlítinn snúning á stærðfræðidæmi, ég skal ekki eyða mörgum mínútum eða sekúndum í þetta, en spurningi mín var svohljóðandi: hvað kemur næst ef við horfum á þessar tölur þarna? Þetta minnir mig svo lítið á það sem við gerum upp á menntavísindasviði í þessari námsleið eða á þessari námsleið og ætlaði aðeins að beturumbæta þetta því að betur orðuð spurning væri hvað finnst þér ætti að koma næst, og þannig ég pínlítið að víkja að því að ef maður ætlar að vera kennari þá þarf maður að vera ansi lunginn við að hlusta á það sem nemandinn segir. Það getur vel verið að nemandinn segir eitthvað annað en maður bjóst við, en það kann að vera bara mikil skynsemi í því. Þannig að stór hluta kennarastarfin fyrir utan að vera að vela sér í stærðfræði og vita hvað á seiði í talnarunni eins og þessari, að þá mikilvægt að kunna hlusta. Þannig að það svona samspil þessara tveggja þátta. Gott og vel, þeir sem vilja fræðast meira, þeir geta haft samband eins og hérna kemur fram í netspjalli, tölvupósti eða í síma, og þá það bara að gera ef menn vilja meira upplýsingar að sækja sér þær. Gott og vel, þá þakka ég fyrir mig og hvet fólk til að sækja hafið áhuga á því. Takk fyrir mig.